Katrín Oddsdóttir, gjörðu svo vel, þú ert næst. Já, takk. Takk kæra nefnd B. Örfáar athugasemdir þetta annars fína starf ykkar. Mér líst miklu betra fórsetan með hversin sem ég sé þetta. Ég var að velta fyrir mér, ég held að ég búin að finna eitt svona pínu veikleika á heildardótinu og það er það að í sambandi við aðra grein hjá ykkur þá talað skilyrði kjörgengi til Alþingis en þau hafa þó ekki verið skilgreind í stjórnarskrá sem ég held að þetta klárlega að vera. Í hinum kaflanum ykkar þá talað missi kjörgengis en aldrei hvað felist í kjörgengi og nú kjörgengi ekki mjög gegnsætt orð og ætti alltaf að vera sömu skilyrði fyrir því þannig ég legg til að við slengjum því inn í kaflan Alþingismálin hvað felist í kjörgengi þannig að sá sem lesi þetta geti skilið hvað þarf til þess að vera forseti líka. Og svo var ég að hugsa í sambandi við 4. og 5. grein og þetta svona fagurfræðilegt dæmi. Mér finnst bara rosalega ljótt að sjá allar þessar dagsetningar. Ég veit ekki hvort það má einhvern veginn skauta fram hjá þeim með því að biðja að þetta sé útfært í almennum lögum einhvern veginn en þetta svona subbulegt svolítið, eitthvað 31. júlí, 1. ágúst, 4 ár, júní, bandstrygg, eitthvað, þú veist, ef það væri hægt að gera þetta betur með einhvers konar almennum hætti þá myndi ég fagna því en ekki með lausnina á reiðum höndum. Í sambandi við 7. grein sem fjallar handhafa forsetavaldsins þá ég gríðarlega ánægð með það að þið hafið losað okkur við þetta þríhöfða þurs þarna sem var einhvern veginn handhafinn. Það var ekki gott og það var mjög einkennilegt og það er líka fallegt og rýma vel við ykkar tillögur að nota forseta Alþingis þarna finnst mér vegna þess að hann með þessa breiðu sátt á bakvið sig 2/3 þingsins og þar af leiðandi vonandi einhvers konar svona virðingarfull vitsmun að vera sem að geta tekið starfið að sér á meðan hinn getur ekki sinnt því. Svo spyr ég í sambandi við 7. grein sem fjallar starfskjör forseta hvort að til dæmis störfi þá góðgerðarsamtaka eða eitthvað slíkt gæti forsetin gert það á meðan hann situr eða er það reyna að útloka allt svoleiðis líka einhvers konar störfi þá góðgerðarsamtaka eða eitthvað svona þannig ég veit ekki alveg hvort þetta sé aðeins svo fortakslaust þarna með að hann megi alls ekki starfa í þá opinbera stofnun eða neitt svona ég veit ekki alveg með það, ég bara spyr og svo spyr ég nú líka þessi setning í lagi alveg í lokinni í 7. grein óheimilt að lækka greiðslur þessa til forseta kjörtímabil hans á þetta ekki vera á kjörtímabili hans eða á, þú veist, hvernig ég skil þetta bara ekki, óheimilt að lækka greiðslur þess til forseta kjörtímabil hans það eins og einhvað hafi dottið þarna út, það ekki, ég eitthvað þetta var svona, þetta svona í núverandi já, þetta bara óskiljanlegt þetta tímaþolfall þetta tímaþolfall ok, þetta nástað og það tímafall er alltaf að vera vitlaust ok, þá bara dreigja þetta tilbaka en mér finnst þetta samt einhvern veginn mættur og alveg laga þetta að þetta eins og svona að bara einhver verið fullur þegar að skrifa þetta nú, 8. grein það fjallar eiðstaf í svona ljósi samræmis að spyrja akkur ekki bara eiður eins og hjá ráðherrum hvað þessi eiðstaf maður sé fyrir sig eitthvað svona Gandalf eða eitthvað staf ég held að það væri bara fínt að hafa bara eið á báðum stöðum nú, 9. grein þar ein spurning sem ég með og það þessi það þarf einfaldan meirihluta til að sækja til saka en svo 4/5 eitthvað slíkt víkjunum frá ekki ástæða til að hafa bara meira en einfaldan meirihluta til að sækja til saka ef þið á annar borð vilja hafa eitthvað varnaglega gagnvart því að lokum þá segi ég að það sé mjög gott í sambandi við 11. grein að þið séu búin að leggja niður þetta LEPS fyrirkomulag þar sem einhver ráðherra var að framkvæma valda einhvers annars, ég bara segi húrra fyrir því, það til bóta. Og að lokum þá segi ég í sambandi við 15. greinina sem fjallar náðun og sakaruppgjöf. Ég ekki svo sannfærð að þessi góð hugmynd að fella niður þessa rétt til að fella niður saksókn, ég skil mér ekki röki fyrir því að taka bara það eitt út. Því það getur gerst að það sé einhver mjög óréttmætt saksókn sem þarf að fella niður og það ekkert alveg einfalt fyrir ákæruvaldið að gera það á eigin spýtur. Það væri ágætt að geta haft einhvers konar ventil þó að ákæruvaldið að sjálfsögða verið sjálfstætt og hægt þá ætti alltaf að vera einhvers konar neyðarventil á öllu valdi, líka ákæruvaldi. Og ég skil ekki til dæmis í ljós þess að það kæmi upp ákæra sem ástæðan að vera hreinlega pólitískar ofsóknir. Af hverju ætti ekki að vera hægt einhvern veginn að stoppa þá ákæru? Og ég fatt ekki út okkur þetta eitt tekið út fyrir sviga en ekki náðun og sakaruppgjöf. Þannig ég kalla bara eftir einhverju rökum fyrir því. Og svo 16. greinin væri hægt að segja bara lög skulu ekki afturvirk og ef það ætlun ykkar þá spyr ég ykkur nú samt svona neyðarlögin, lög núna alls konar gjaldþrota, riftunarfrest og svona, þetta allt afturvirkt. Þannig að stundum þá verður líka þá tiltaka stjórnskipulega neyðarrétt
ef það á að taka með svo fortarslegum hætti fyrir það að lög séu afturvirka, því við höfum vissulega verið að sjá það undanfarið að lög hafa beinlínis verið afturvirk og það með vilja. Þannig að ef þið ætlaði að taka þetta inn, þá myndi ég kalla eftir því að einhvers konar svona hugmyndir það hvenar og hvort eða hvernig eins og Íris myndist á okkur fundi þá stundum samið það að lög gildir hreinlega aftur á bak, en það var það búið að útiloka þann möguleika. Þannig að bara að það sé alveg skýrt að þetta sé í samræmi við það sem þarf að vera hægt að gera á ótrúlegum tímum. Takk.